ár. Takk fyrir allt á síðasta ári. Hingað ég komin til að segja ykkur frá þeim vörum sem ég uppgötvaði árið 2015 og notaði mjög mikið. Þetta náttúrulega ekki allt svona uppáhaldsdótið mitt yfir höfuð af því að sumt af því eitthvað sem ég uppgötvaði fyrir löngu síðan og það sem ég nota hverjum degi oft eitthvað sem ég búin að nota í mörg ár. Ég ekki tala það, ég bara tala það sem ég fékk gefins eða keypti mér árið 2015 og varð ástfangin af. Og þetta rosalega mikið af vörum eins og venjulega þegar ég gerir uppáhaldsvídeó en ég reyndi mitt besta. Við skulum bara byrja á hárvörum. Uppáhaldssjampóið og hárnæringin var þetta hérna frá Label M. Honey and Oat shampoo og conditioner og svo Honey and Oat mask. Þetta bara rosalega mýkjandi vörur og hárið mitt búið að vera mjög þurrt síðustu mánuði af því ég búin að vera aflitað stanslaust og þetta hefur svona svolítið verið að bjarga mér. Svo sem ekkert meir það að segja, þetta bara sjúklega góð lykt þessu líka. Really. Þetta þurrsjampó ég búin að nota síðan í nóvember held ég. Ég hef aldrei getað notað þurrsjampó. Mér finnst þurrsjampó yfirleitt frekar svona ógeðslega eitthvað, ég veit ekki af hverju. Mér finnst hárið að mér alltaf virka bara meira skítugt þegar ég setja mig þurrsjampó en ekki með þessu. Þetta sprayið frá Label M líka, þetta er Texturizing Volume Spray. Í rauninni virkar svolítið eins og þurrsjampó og gefur hárinu bara rosa mikla lyftingu. Ég nota þetta í dag í hérna Amy Winehouse drifluna mína. Ég nota þetta mjög mikið af því ég er með svona, eins og ég sagði, svona líflaust og þunnt hár, svona klassist svolítið. Algjör snill í það. Síðasta hárvaran sem ég ætla að tala við ykkur er Davines All-in-One Milk. Þetta er svona smærri útgáfa af henni, það er hægt að fá þetta í 2 stærðir en þetta er svona hármjólk. Ég elska þetta spray, ég spraya þessu yfirleitt í hárið á mér þegar ég er búin að þvoa. Mikið í endana af því þegar ég er til að flækjast hjá mér og þetta flýtir fyrir þornun á hárinu sem er algjör snill þegar maður flýta sér og gefur því glans og mikla mýkt. Auðveldar svona greiði gegn það. Ég elska þetta spray, það er líka rosalega góð lykt af því. Næst ætla ég að færa mig yfir í líkamsvöru. Ég er bara með eitt þar. Ég er algjör svona bodyvöru pervert en það einhvern veginn gekk ekki að njóta sín árið 2015. Ég veit ekki af hverju, kannski af því ég vann ekkert í bodyshow árið 2015. Ég þarf að fara að bæta úr þessu, ég þarf að fara að fá mig meira svona bodydót. En þetta er Fuji Green Tea. Ég notaði Fuji Green Tea vörurnar mikið á árinu. Bodylotion, sturtusápu og fleira. Bara súper góð lykt af þessu, mjög rakagjandi bodylotionið og já, bodyshop vörur eru náttúrulega bara standa alltaf fyrir sínu. Jú, ég er með eitt annað á líkamann. Ég er með Vita Liberata brúnkukrem. Þetta var brúnkukrem ársins á mér. Ég prófa rosalega mikið af brúnkukremi og Vita Liberata er bara mitt alveg uppáhalds frá upphafi. Þetta er sem sagt 2 to 3 week tan mousse. Ég ætla ekki að segja ykkur að þetta endist í 3 vikur, það gerir það bara alls ekki. En liturinn er fallegur, þetta er dark af því ég er svo rosalega ljós að þá gerir medium brúnkukremi ekkert rosalega mikið fyrir mig og ég vel bara svona fallega gullin brún með þessu. Fallegur undirtónn í því og það er ekki vond lykt af því, hún er mjög mild og það endist í alveg kannski 10 daga á mér. Þá ætla ég að fara mig yfir í húðvörur í andlitið og fyrripart ársins var húðin bara mjög mikið að stríða mér og ég fann eiginlega ekkert sem hentaði. Ég notaði þetta Neutrogena vörur eins og árið áður svolítið mikið en svo fór ég bara að steypast út í einhverjum kílum og fór upp á þurrk og ég veit ekki hvað. Þurrkur í andliti, það er bara, já, ég hef ekki kynnst í áður. En síðasta sumar fékk ég nokkrar vörur sendar frá tigerlily.is til að prófa frá Paula's Choice merkinu og ég var lengi búin að vera að spá í þessu merki af því ég var búin að heyra þetta að vera rosalega góða vörur. Hún leiði mér að prófa vörur úr Clear línunni sem er fyrir svona húð sem á það til að fá bólur og það sem ég fílaði mest var ávaxtasýruvökvinn. Þessi vökvi hérna gerði bara kraftaverk fyrir mig. Svitahólurnar mínar fóru svona að vera minna áberandi og þessar litlu klassísku bólur sem svona flestir fá einhvern tímann þær bara hurfu með þessu. Þetta virkaði kannski ekki á risastóru kílin sem ég fæ stundum en það er það eitthvað sem verður ekki tekla með húðvörum, það er eitthvað svona aðeins flóknara en það. Þessi maski frá First Aid Beauty var í miklu uppáhaldi á mér. Hann er náttúrulega bara mjög skemmtilegt að setja á sig peel-off maska, finnst mér. Hann er rauður á litinn og svona frekar ógeðslegur ef ég var alveg hreinskilin. Hann lítur svolítið út eins og maður hafi sólbrunnið illa í framan þegar maður er búinn að setja hann á sig. Og svo togar maður hann af. Og hann fer mjög vel í mína húð. Ég
fæ rosalegt útbrot undan peel-off-möskum. Þeir eru bara einhvern veginn henta mér ekki, en þessi henta mér mjög vel og ég finn að hann hreinsar húðina vel. Uppáhalds rakakremið mitt var Pure Cloud Cream. Ég fékk að prófa það sem sagt í september og það hentaði mér kannski ekki rosalega mikið akkurat þá, svo þegar fór að líða aðeins á árið og það var kaldara, þá byrjaði ég að nota þetta á hverjum degi og það er bara algjör draumur. Ég fór að fá smá þurrk, en þetta er alveg sjúklega rakagefandi og samt einhvern veginn svona létt, gengur vel inn í húðina. Það er svolítið skrítið að koma við það, en það heitir að Pure Cloud Cream, það er svona bounce á pínu og lyktin af því er ógeðslega góð. Þetta er klakavél. Síðasta húðurann sem ég ætla að tala við ykkur er Oils of Life andlitsolían frá Body Shop. Ég er búin að tala endalaust þessu olíu. Mér finnst hún algjör snilld. Hún er sjúklega mýkjandi og bara gerir húðina einhvern veginn svona áferðarfallegri. Ég setti hana til dæmis á mig í gærkvöldi. Húðin á mér er búin að vera eitthvað svona hálfleiðinleg yfir jólin og ég setti hana á mig áður en ég fór að sofa, setti svo bara venjulegt rakakrem yfir og ég vaknaði svona eins og ég hafi farið í eitthvað svona meðferð á snyrtistofu. Hún var svona miklu stinnar í húðin einhvern veginn og svona, já, virkaði miklu svona frísklegri. Ég var alltaf rosalega hrædd við að nota olíur á húðina mína af því ég er með svolítið svona opna svitaholur og fæ bólur, en þessi kemur bara í jafnvægi á húðina mína. Færum okkur yfir í ferðinavörur. Ég ætla að tala um 2 præmera við ykkur. Þetta er Skin Iceland Pore Pure Pore Minimizer. Hann er bæði í rauninni svona meðferðarvara og præmer. Hann vinnur í því að gera svitaholuna minna áberandi og svo er hann líka præmer, virkar sem góður grunnur undir farða. Það er ekki honum sílikon, þannig að ég get sett hann á mig einhvern veginn með hreinni samvisku á hverjum degi. Hann er ekki að stífla svitaholunum mínar. Svo er þetta svona spari-præmerinn minn. Hann er frá L'Oreal, Studio Secrets præmerinn. Hann er sjúklega svona tacky, þannig að allt sem ég set ofan á hann það tollir rosalega vel og hann gerir húðina mína alveg bara svona blurraða. Ég elska þannig við svona fínni tilefni. Þeir farðar sem ég notaði mest á árinu voru L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Foundation og MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Þessi hérna er mattur og ég menn til þess á mig núna. Hann er mjög þekjandi, hann tolli lengi á mér og já. Og svo keypti ég mig þennan í ágúst, MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation og mér finnst svona fallegri áferð á honum kannski. Hann er með svipað mikla þekju finnst mér, en mér finnst tilfinningin vera svolítið svona klístruð þegar ég seti hann á mig. En þessir líka blandaðir saman finnst mér mjög góðir. Ég er mikið fyrir að blanda förðum saman. Þessi blanda klikkar ekki á mína húð allavega. Báðir súper góðir. Kinnalitirnir sem ég notaði mest á árinu voru Sleek Creme to Powder, hérna var kinnalitirnir. Og þeir eru svona, já, kremkinnalitir sem verða síðan púðurkenndir þegar koma á húðina. Og ég notaði litin French Rose mest. Þeir eru sjúklega fallegir þessi litir, ég mæli með því að þið tekkið á þeim. Meira frá Sleek, ég notaði Faceform palettuna mjög mikið. Hún lítur ekki út fyrir að það er mikið notuð. En highlighterinn í miðjunni, ég skil bara ekki af hverju það er ekki komið niður í botninn á honum. Ég er búin að nota hann súper mikið. Þetta er mjög vanmetinn highlighter, þetta er bara eitt fallegasti highlighter sem ég hef átt. Svo verð ég að tala highlighterinn sem kom í Makeup Store í Shade línunni. Þessar umbúðir eru náttúrulega bara fáránlega fallegar. Það voru svona hauskúpumyndir á vörunum í línunni og highlighterinn sjálfur er mjög fallegur. Þessi heitir Velvet Beam Cashmere. Það var svona hauskúpa hérna og ég ætlaði ekki að þora að byrja að nota hann, en svo gerði ég það af því hann var bara svo fallegur. Þetta á ég alltaf eftir að eiga á í skúffu, þetta er bara svo fallegt. Augnskuggapaletturnar sem ég notaði mest og kynntist á árinu voru Zoeva Coco Blend palettan sem ég eignast í sumar. Ótrúlega fallegi litir, allt svona litir sem ég myndi nota. Svona rauðir og svona ryðgaðir litir einhvern veginn. Mjög falleg paletta, súper pigmentuð og bara fáránlega mikil gæði fyrir lítinn pening. Svo gat ég ekki skilja þessa hérna eftir. Þetta er Kat Von D Shade and Light palettan, augnpalettan og hún er svona öll mött og ég er búin að nota hana rosalega mikið. Þetta er svona litir sem passa með öllu. Ég er til dæmis með hana á augunum núna. Augnhár ársins 2015 voru Socialize Mix 2.0. Það kemur örugglega engum á óvart. Það eru örugglega uppáhalds augnhár margra á árinu. Þau eru bara súper flott að gera hvaða förðun sem er bara fáránlega fallega. Ég notaði þau mikið með svona glimmerförðunum til dæmis og bara
Þau eru mjög dramatísk og flott. Já, sólarbúður. Þetta eignaðist ég nú reynda bara í desember, en ég er svo hrifin af því að ég verð að hafa það með líka. Þetta er sem sagt frá Guerlain og er í terrakotta línunni, svona tvískipt. Ég kann ekki bera fram hvað þetta heitir, en það henta bara mínum húðtónur rosa vel. Það er svolítið mikið lykt af því, en hún venst furðu fljótt. Í augabrúnirnar er ég með alveg svolítið mikið af vörum. Sko, ég notaði Anastasia Dip Brow rosa mikið, en það er eiginlega vara ársins 2014, þannig að ég ætla ekki að tala um Dip Brow í dag. Ég notaði Sleek Brow Kit í Extra Dark. Ég notaði þessast gel-litinn bara. Það er kannski svipað að vinna með þetta og Dip Brow, samt mikið svona mýkri formúla og ekki vatnsheld. En mér finnst það rosa fallegt í augabrúnunum og það er svona auðvelt að vinna með þessu vöru. Og svona í flýti þá notaði ég, hvað heitir hann? Perfect Brow Pencil frá Anastasia Beverly Hills í litnum taupe. Greiða á endanum sem er alltaf mjög gott og svo bara þessi klassíski blýantur og liturinn er mjög þægilegur fyrir mínar brúnir, bæði þegar ég er með þær bara hvítar og líka þegar ég er með þær litaðar dökkar. Taupe er bara einhvern veginn, já, mjög fallegur litur. Svo kynntist ég þessum bara núna í desember. Þetta er YSL Couture Brow og hann er kannski svolítið svipaður og bara L'Oreal Brow Artist Plumper sem að ég notaði rosalega mikið á árinu líka, en er samt líka meira svona vara ársins 2014, þannig ég tók hann ekki með mér. Þessi er svona svipaður, ég veit ekki hvort það eru trefjar í þessu, en mér finnst greiðan rosa góð og þetta er bara svona dökkbrúnt, sérst augabrúna gel sem ég greiði í gegnum og ég nota svolítið mikið þetta fremst til þess að ýkja hárið þar. Ég er með naglalögg, ég er með allt sko. Þetta er Essie Over the Edge sem er svona svart sanserað með smá svona silfurblæ, ótrúlega töff naglalakk. Essie náttúrulega byrjaði að fást á Íslandi á árinu sem var algjör snilld og þetta var fyrsta lakki sem ég keypti mér. Annað nýtt naglalakkamerki, sem að kom til landsins á árinu, seint á árinu var ILNP eða I Love Nail Polish og þetta er mitt uppáhaldslakk. Ég er að gangi í gegnum eitthvað svona grænt glimmer tímabil og ég hugsaði eftir að halda áfram fram yfir jól sko. Þetta heitir Lucky One. Mjög sætt. Þá er komið að varalitum. Ég ætla bara að segja ykkur strax hver var uppáhalds varaliturinn minn árið 2015. Það er ekki að koma neinum óvart. Ghoulish frá Alice Bless. Ég keypti mér hann alveg nokkrum mánuðum áður en hann fór að fást á haustið.is og notaði hann bara stanslaust. Ég notaði hann bara daglega og ég var búinn með minn þegar það er komið svo í sölu á Íslandi. Þetta er fáránlega cool litur. Hann er grár, hann er svona grá núd einhvern veginn sem að hljómar ekkert rosalega vel, en ég elska hann. Annar svona mattur litur sem að ég notaði rosa mikið og margir aðrir er Birthday Suit frá Sleek Matte Me. Ég ætla ekki að leyfa mér að segja Kylie Jenner litur, en ég ætla samt að segja Kylie Jenner litur. Súper flottur litur. Ef þið eruð að svona spá í að prófa eitthvað svona liquid to matte liti, þá myndi ég bara hiklaust byrja á þessum. Það er svona smá þema hjá mér, eitthvað svona grá-brúnt eitthvað. Þessi er frá Colourpop og heitir Tutsi. Hann heitir Tutsi. Hann er svona grá-brún núd einhvern veginn. Mjög fallegur litur. Svo er það tveir litir frá Kat Von D. Ég er með annan á mig núna. Hann heitir Piaf. Hann er svona brúnn með svona fjólubláu glitri. Og svo er það Pó sem er svona blár með, ég held að sé svona koparlitað og svona glimmeri. Þetta er semst eiginlega mattir varalitir en það er samt eitthvað svona glimmeragnir í þeim, mjög fallegir. Maskarar sem ég notaði mikið voru Less Sensational frá Maybelline. Hann kom held ég út á árinu með svona sveigðum gúmmíbursta, hann lengir rosa vel og skiptir þeim fallega upp. Og ég myndi eiginlega lýsa þessum og svipað, þetta er Hypnose Volume Apporter frá Lancôme. En burstinn er allt öðruvísi. Hann er svona breiður hér, mjúkar fram, en hann gerir svipaðar hluti fyrir mig. Með tvo eyelinera, þessi er frá Body Shop, svona svartur, mjúkur gaur sem ég notaði mikið til þess að búa til smoky. Notaði undir augnskugga sem sagt, dreifði bara úr honum og setti svo augnskugga yfir. Og svo er það Line Ace frá Sigma í litnum Robust sem er svona dökkgræn. Applicatorinn á honum er bara algjör snilld. Það er svona fíngerður pensill, það er ekki svona feltgaur eða neitt svoleiðis, heldur er þetta sem sagt, þetta eru hár og ég var að kaupa mér svartan af því þetta er bara besti eyeliner sem ég átt og ég verði að eignast hann í svörtu líka. Með 5 bursta. Fyrst er það þessi hérna, þetta er úr
Bold Metal slínunni frá Real Techniques. Þessi heitir, ég veit það ekki, en þetta allavega svona púðurbursti og mér finnst það mjög þægilegur til þess að dúbba bara eins og blottingpúðri yfir húðina. Rosa mjúkur og góður og svo náttúrulega líka bara mjög flottur. Þennan nota ég til að skyggja með. Þetta er Crown Pro Contour og ég stimpla honum svona undir kinnbeinið og svo dreif ég kannski úr með stærri bursta en hann er ótrúlega fínt til að fitta akkurat hérna undir og hérna upp á ennið til dæmis. Fínt líka til að kontúra nefið en ég gerir voða lítið af þetta. Sephora Pro Airbrush Concealer burstinn finnst mér ótrúlega góður til þess að dreifa úr hyljarum undir augunum. Hann er rosalega mjúkur og það kemur einmitt svona airbrush áferð eftir hann. Svo eru tveir blöndunaburstar. Þetta er Morphe E23. Hann breikar svona út. Ég nota hann oft í svona transition lit eða þannig, svona upp á augnbeinið. Og svo var ég að eignast þennan. Hann heitir Pro Blending Crease og er frá Crown. Hann fittar akkurát oní glóbuslínuna en blandar líka fyrir ofan hana og neðan. Af því að hann mjúkkar svona aðeins hérna á endanum. Besta setting spray sem ég hef átt, Skindinavia Makeup Finishing Spray. Það heldur farðanum mínum endalaust á og svona blandar öllu einhvern veginn svona vel saman. Ótrúlega fíngerður úði sem kemur úr brúsanum og já, það tollir allt miklu betur. Þá er bara ein vara eftir og það er eiginlega bara uppáhaldsvara mín á árinu. The Body Shop Shade Adjusting Drops, ljósu dróparnir. Þetta eru drópar sem þú setur út í farða til þess að lýsa hann upp. Þeir eru alveg hvítir. Eins og sjáið það er svona smá, kannski bleikur tónn í þeim, þannig að þeir eru líka fínir til þess að kæla farðan aðeins niður. Af því að oft þegar maður er kominn í mjög ljósan farða þá er hann svolítið gulur og það hentar mér til dæmis persónulega ekki. Þannig að þessir eru búin að í rauninni endurnýja bara farðaskúffuna mína. Það eru svo margir litir sem að ég get byrjað að nota núna eftir ég eignaðist þessa vöru. Algjör snilld og eru líka til í dökku. Þá held ég að sé bara komið. Þetta er fókus. Ég sé ekki betur alltaf. Eða þú veist, þú sér það alveg að ég er ekki fókus. Takk fyrir.